Fyrst á dagskrá hér í dag ávarp frá Katrínu Jakobsdóttur forsætisráðherra og forsætisráðuneytið hefur verið styrktaraðili jafnvægisvogarinnar frá upphafi og þakka aðstandendur verkefnisins þeim sérstaklega fyrir stuðninginn. Góðir gestir, á undanförnum árum hefur margt gerst í jafnréttismálum á Íslandi. Jafnrétti kynjanna hefur verið eitt af höfuðmarkmiðum ríkisstjórnarinnar og til að undirstrika mikilvægi þessa málaflokks færði ég jafnréttismálin yfir í forsætisráðuneytið í upphafi árs 2019. Í fyrra voru mannréttindamálin einnig flutt yfir í forsætisráðuneytið og unnið að stórum skrefum í þeim málaflokki sem eru hafin með vinnu við kortlagningu á stöðu mannréttinda á Íslandi. En hvað hefur gerst í jafnréttismálum undanfarin ár? Árið 2020 voru sett ný heildarlög jafna stöðu og jafna rétt kynjanna sem og sérstök lög stjórnsýslu jafnréttismála. Fæðingarorlof var lengt á síðasta kjörtímabili, áfram því skipt jafnt milli foreldra sem hefur verið algjört lykilatriði fyrir jafnrétti kynjanna, þar sem þessi löggjöf festir það í sessi að það sé viðbúið og eðlilegt að konur og karlar taki alla jafnlangt fæðingarorlof. Á sama tíma og konur vestanhafs og austanhafs hafa í ýmsum löndum verið sviptar sjálfsákvörðunarrétti yfir eigin líkama, settum við framsækin þungunarofslög árið 2019. Við höfum ráðist í margvíslegar úrbætur í laga og regluverki í kringum kynbundið og kynferðislegt ofbeldi, ég nefni réttarstöðu brotaþola, stafrænt kynferðisofbeldi og einnig erum við í miklu fræðslu og forvarnastarfi í þessum málaflokki. Þannig að þegar við horfum á þróun þessa málaflokks á síðustu árum, gott að sjá hvernig hann hefur öðlast sífellt meira vægi bæði hér á landi og á heimsvísu. Í alþjóðlegum samanburði stöndum við á Íslandi vel, en þrátt fyrir það eigum við enn talsvert verk að vinna. Þar vil ég sérstaklega nefna kynbundið ofbeldi sem óásættanlegt mein í okkar samfélagi. Ég vil tala verkaskiptingu inn á heimilum, kynjahlutföll í æðstu stjórnunarstöðum fyrirtækja og einnig verðmæta mat á þeim störfum sem teljast til hefðbundinna kvennastarfa. Heimsfaraldurinn afhjúpaði mikilvægi þessara starfa en umönnunarstörf eru skipuð konum að langstærstum hluta. Þeim ekki hægt að sinna í fjarvinnu og eins og þeim fjölmörgu störfum sem breyttust í fjarvinnu á meðan á samkomutakmörkunum stóð. Konur sinna frekar störfum sem tengjast grunnþjónustu og því voru þær útsettari fyrir smitum í faraldrinum. Álag á konur almennt var auk þess meira vegna umönnunar og heimilisábyrgðar sem jókst í faraldrinum og líklegt að hafi lent frekar á konum. Í nýlegri skýrslu kortlagningu kynjasjónarmiða kom fram að þótt rannsóknir bendi til að ólaunuðum störfum sé sinnt með ólíkum hætti að kynjunum skorti áreiðanlega mælingar á því. Þessi kortlagning fer fram hér á vettvangi stjórnarráðsins. Ég ákvað í kjölfarið að setja af stað rannsókn á þessum ólaunuðu heimilis- og umönnunarstörfum sem við köllum stundum aðra og þriðju vaktina. Rannsóknin verður unnin í samstarfi við Hagstofu Íslands og það verður mjög áhugavert að sjá niðurstöðuna úr þeirri vinnu. Jafn launamál halda áfram að vera forgangsatriði hjá ríkisstjórninni, enda full ástæða til að hafa áhyggjur af því hvernig ólík störf eru metin og verðlögð. Skýrsla endurmat kvennastarfa kom út árið 2021 og í kjölfar hennar skipaði ég aðgerðahóp stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins í launajafnrétti og jafnrétti á vinnumarkaði. Og þessi hópur mun leggja til aðgerðir til að útrýma launamun vegna kynskipts vinnumarkaðar og kerfisbundins vanmats á hefðbundnum kvennastörfum. Og ég vona þær tillögur færi okkur nær því að finna lausn á því hvernig megi leiðrétta þessa skekkju. Því myndin vissulega skökk. Fyrirtæki, stofnanir og aðrir opinberar aðilar halda áfram lögum samkvæmt að gangast undir jafnlaunavottun eða jafnlaunastaðfestingu. Frá því að lögum jafnlaunavottun tóku gildi árið 2017 hafa 407 fyrirtæki, stofnanir og aðrir opinberir aðilar innleitt jafnlaunastaðinn og fengið jafnlaunavottun. Hjá þessum stöðum vinna alls 100.000 starfsmenn sem telja tæplega 70% af því starfsfólki sem lögum jafnlaunavottun ná til. Jafnvægisvogin hefur sannað sig sem mikilvægt mælitæki á stöðu og þróun kynjajafnréttis í stjórnum og framkvæmdastjórnum íslenskra fyrirtækja. Og þess vegna hefur ráðuneytið endurnýjan samstarfssamning við FKA jafnvægisvogana. Eitt af markmiðum jafnvægisvogarinnar að árið 2027 verði hlutfallið á milli karla og kvenna í framkvæmdastjórnum fyrirtækja á Íslandi 40-60. Lög hlutfall karla og kvenna í stjórnum fyrirtækja sem tóku fullt gildi árið 2013 þar sem hlutfall hvors kyns skyldi að lágmarki vera 40% í stjórnum fyrirtækja með 50 starfsmenn eða fleiri.
Þessi lög hafa breytt nokkru upp á jafnrétti innan stærri fyrirtækja sérstaklega, en þróunin allt of hæg. Árið 2020 voru konur 35,5% stjórnarmann í fyrirtækjum með 50 starfsmenn eða fleiri og lítil breyting hafði þá orðið á milli ára. Auk þess voru aðeins 15,5% stjórnarformanna konur og 15,6% framkvæmdastjóra. Það full ástæða til að ræða viðurlög við brotum á lögum kynjakvóta í stjórnum, enda í öllu falli ljóst að hlutinni breytast allt of hægt af sjálfu sér og þessi stað algjörlega óviðunandi. Kæru gestir, að lokum langar mig til að þakka FKA fyrir sitt góða starf og fyrir samstarfið. Það skiptir miklu að hafa atvinnulífi með okkur í baráttunni fyrir jafnrétti og við tökumst á við þær áskoranir sem blasa við saman samfélaginu öllu til haga. Við skulum laga skekkjuna því skakkar myndir eru hvergi til sóma.